Já, góðan og blessaðan daginn. Ég var að velta því fyrir mér að tala við ykkur aðeins núna á verslunum hana helgi. Þetta er helgi þegar fólk æðir all land til þess að vera í tjöldum og upplifa landið og það er nú gott og blessað. En hér er nú allavega veðra von og svo er nú oft bakkurs með í för og þá verður þetta nú lítið annað en bara vímu túr einhver sko en ekki beint svona náttúruferð. En nóg það, fólki að fjárstað hefðast þessi svo vill og fremur það skaði ekki aðra. En það er gott að eiga frí og það er svo dásanlegt að vera í Reykjavík og Vesturlandshelginni því það á maður bæinn og getur keyrt hér og það er bara bíll og stangli, enga byrjaðir og svona. Nóg það, en hérna, ég er dálítið mikið að hugsa núna bara svona vegferð Íslendinga. Mér finnst við vera dálítið á skrýtnum nótum. Og þá kannski við allan hérna vestrarna heim, sko, við erum eiginlega einhvern veginn að tapa okkur í einhverjum glundroða. Það er sótt að okkur, sko, með svo mikið af upplýsingum sem eru bara í bitum. Bara eins og regn, sko. Þú getur ekki eins og greint dropana. Svo þegar þetta kemur yfir mann, sko, meira og minna innihaldslaust bull í regndropum. En þegar það er búið að rigna, sko, í 5 ár, þá er nú komin dálítið magn, sko. Og þá ertu farin að synda í einhverjum sjó sem er bara, sko, drullupollur. Og heilinn er kannski orðin bara drullupolli. Hvernig getur maður haldið, sko, sönsum í þessu? Það eru fræðimenn sem að benda á að sko, þessu er svona þrennt sem við þurfum að huga að í lífinu til þess að sko, verða bara ekki brjáluð. Sko. Þess að lifa hamingjusömu lífi og láta okkur líða vel og svona. Og það er í fyrsta lagi að við þurfum að vera í góðu samband við fólk, ekki einangra okkur. Við þurfum að hitta aðra, horfast í augu við fólk, brosa til fólks, mæta því á götu og sýna því kurteisi og virðingu og líður okkur öllum svo miklu betur. Það er samskipti við fjölskyldu og vini og bara samferðafólk og útlending og hvern sem er. Elska náungann, hver sem hann er. Það er ekki að elska skoðanir hans eða gjörðir, en elskaðu náungann. Hann er manneskja eins og þú. Í öðru lagi þá er það náttúra. Við þurfum að huga að náttúrunni og njóta hennar. Fara út í náttúruna eins og fólk gerir nú Vesturlandshelgina. Anda okkur ilminum úr grasi og mó og skynja himininn og veðrið og skýin og vötnin og allt þetta. Og bara taka drekkið í okkur. Það er ekki nóg að horfa bara á góða þætti með Attenborough og svo góðir sem þeir eru. Nei, við þurfum að anda að okkur. Fara út að veiða, fara út að mála, teikna mynd af fjalli, eitthvað slíkt og ganga á fjöll eða ganga úti, bara njóta, draga að okkur andan og út í loftinu. Það er mannfólkið og það er náttúran. Þriðja vittin sem við þurfum að sinna er hið æðsta. Samhengi alls sem er. Hið hinsta og æðsta. Og já, ég geri það á minn kristna hátt. Hér er nú sem sagt Biblían og ég les í henni á hverjum degi. Og það byggir mig upp og það er viska í þessu eru textar svo merkilegt sko að orð eru svo máttug og þetta að maðurinn hafi fundið tungu að þróa með sér tungumáli og lært að skrifa stafrófið er ekki nema svona 4000 ára gamalt það er að segja með röðuðum stöfum ekki myndmál heldur stakir stafir 30 tákn eða svo sem er í stafrófinu okkar og með því getum við sagt allt sem við getum hugsað og þá getum við líka skrifað það niður og geymt hugsun okkar utan heilans. Það var þetta gervigreind, sko. Það var þetta eitthvað utan greind sem er geymt utan við okkur sjálf. Og aðrir geta lesið allt þetta. Og þetta er svo merkilegt. Og hérna þegar vísindamenn taka genið, sko DNA úr okkur og rannsaka það og skilgreina það, þá er það stíkt með bókstöfum. Þannig að
Þannig að orðið stafrófið í öllu og það er umlega innst í kjarni alls því að það segir nú í hinni helgu bóku upphafi var orðið. Orðið var eitthvað Guði, orðið var Guð. Og svo þetta í upphafi Jóhannesarguðspjalls og svo segir Jesú að hann kom sem Guð til jarðar og orðið, þar að segja viska Guðs og kraftur og sköpunarmáttur, orðið varð hold. Guð varð manneskja, hold og bein, eins og ég og þú, og var á meðal okkar. Það er engin tala skýrar lífið en Jesús. Og okkar vestrænu þjóðfélög sem eru nú svona kóróna menningarinnar í heiminum í dag, þau eru öll byggð á þessari hugsun. Gyðingarnir gaf okkur hugmyndir réttlætið. Þeir þróuðu það sem hirðingjar í Miðausturlöndum. Stórmerkilegt þeir skulu hafa ytta þessar hugsanir réttlæti og samskipti fólks. Svo annar mann hvernig okkur tekst að vinna úr samskiptum við fólk. Það er annar kafli, ég tek það seinna. En þeir koma með þetta, réttlætishugsunina. Og Jesús kemur síðan með kærleikann að elska náungan. Og þegar þetta tvennt fer saman, þá urðu til þessi vestrænu samfélög sem að byggja á réttlæti, lýðræði, dómskerfi, lögreglu sem að gætir okkar og allt það og gætir réttinda okkar og svo höfum við auðvitað okkar skyldur, það er náttúrulega kemur í réttlætishugsuninni, skildurna gagnvart náunganum allt þetta og gagnvart hvort öðru og hvert öðru og þarna koma saman tveir straumar. Svo kemur inn í þetta grísk svona filosófísk hugsun og þarna eru Vesturlöndin, þau eru byggð á þessu. Þetta kallaði hann Páll Skúlason, heimspekingur og fyrrum rektor, hugsanafljótið. Úr hugsanafljótinu höfum við dorgað í 2000 ár og fengið allt þaðan, alla okkur hugsun. Og vestræn þjóðfélög þau eru byggð upp á þessari hugsun. Og Norðurlöndin, þau eru kóróna, þau skora alltaf hæst á öllum prófum bestu þjóðfélögin, mestu mannréttindin, jafnrétti, laun og samhjálp og allt þetta heilbrigðisþjónustu, allt þetta er mælt, þá eru þau alltaf best. Skyldi það vera tilviljun að þessi lönd hafa öll mótast í 500 ár af lútherskum kristindómi? Ég held að þetta skipti máli. En auðvitað koma að þessu stjórnmálaflokkar, verkalýðshreyfingar, skólar, háskólar og lýðháskólar og allt þetta menntun fólks og allt, koma allir þessi karlar og konur og hafa mótað þessi þjóðfélög. En það er allt gert á grundvelli þessara hugmyndafræði sem er í grunninn frá gyðingum og Jesú Kristi. Þetta er nú grunnur okkar. Og nú er þetta allt á hverfanda hveli eins og það heitir. Við vitum ekki hvað verður þetta. Hvað gerist ef að við töpum þessu? Ef börnin okkar læri ekki Jesú til þessum kærleikann. Læri ekki boðorðinu að elska náungan og allt þetta og hvað maður á að gera. Og læra ekki hið sakrala, hið heilaga. Og upplifa aldrei þetta að verða uppnumin af einu en einu. Nefn einhverjum skrílslætum og júlibúki á netinu, Þetta er bara svona, ég veit ekki hvað verður þetta. Ég sem barn var nú ekkert alinn upp á sérstöku trúuðu heimili, en ég var sendur í kirkju þegar barnamessur voru og við fórum á herinn og til Hvítasunnumann og ég var í skátunum og alls það var kristindómurinn einhvern veginn, svona kærleikurinn með og þetta er að gera okkur að góða manneskjum. Og þannig að nú er bara netið alls ráðandi og ræður enginn við þetta. Skólarnir ráða ekkert orðið við börnin og þetta er einhvern veginn allt í uppnámi. Hvað er að gera við þetta? Frakkar er að tala að banna farsíma í skólum og bara yfirleitt netnotkun undir 15 ára aldrei ef ég maður rétt. Þannig að það er spurning hvort við getum einhvern veginn sporna gegn þessari þróun. Nú ég ekki einhver einföld svör í þessu. Þetta eru svona hugleiðingar þetta á
á hvaða leið við erum í lífinu. Hvert erum við að fara? Sko, fólk út á vegunum að keyra og þegar maður að aka á bílvegi þá þarf maður að halda bílnum á veginum. Það þarf að halda sér réttri akrein og gæta sín á þeim sem koma á móti og þeim sem fara fram úr og þeim sem maður nálgast aftan frá og fara þá varlega fram úr og allt þetta. Að keyra bíl er dauðasalvara. Fyrsti bíllinn sem ég átti, hann var í honum galli, það var svona hlaup í stýrinu og þá þurfti ég alltaf að passa það að halda bílnum upp á veginum. Og svo áttaði ég mig á því seinna þegar ég fór að læra guðfræði að það er líka svona hlaup í stýrinu í sálnamur. Og þetta hlaup í stýrinu á okkur mönnunum, öllum, alls þar í heiminum, það kallar Biblían synd. Það er svo margir sem halda að syndin sé bara hórdómur og kynlíf og eitthvað svoleiðis, sko, og stela og svíkja og svona. Syndin er brotalöm. Það er geiguninn inn í okkur. Þú setur öra á streng og þú veitir ekki. Þú ert í fótbolta og þú tekur vítaspyrnu og þú brennir af. Þú nærið ekki, það fer framhjá. Þú spila golf og þú slæsar og húkar. Þetta er syndin og hún er hérna inn í okkur. Og hún var í bílnum mínum. Og þegar ég var að læra guðfræði fattaði ég er eins og bíllinn. Mér hætti til að fara út af veginum. Og ég þarf alltaf að vera að minna mig á að vera upp á veginum og vegi kærleikans og umburðarlyndis og allt þetta. En ég var stundum æstur og svona reiður út í eitthvað í samfélaginu og svona og þá þarf ég að gussa því út mér eða að segja það við einhvern eða best að segja það bara í rólegheitum við vinn og rökræða það. Ekki kannski endilega skellið og við vinn en það er nú freistandi og maður freistast í þess. En sko, þetta er nú bara vandinn við það að vera manneskja. Það er að reyna að skilja það að við erum saman í þessum heimi. Við erum öll eins í grunninn, það er í okkur sál og það er viðkvæmni og það er löngun eftir hamingju og velgengni og langlíf og allt þetta. Og til þess að ná því þá eru til auðvitað ýmsar uppskriftir og ég fer nú ekki inn í það núna en ég get komið að því seinna. En þetta eru nú þangar mínir á verslunarmannahelginni þegar fólk út á vegunum og við erum öll með þessa brotalöm í okkur hættir við að fara út af veginum. Og ég ætla nú að vona bara að í framtíðinni að þá takist okkur að aka á lífsveginum eða ganga lífsveginn og komast svona nokkurn veginn sko ósködduð eftir þeim vegi að þess að þó við skakklöpum stundum og séum eitthvað svona reikul í spori. En að við getum farið þennan veg, þennan pílagrímsveg, lífsveginn. Og ég segi nú bara góða ferð og góða stundir. Þakka fyrir að hlusta. Guð blessi þig. Krossinn hér. Amen.